og okkur langar að sýna ykkur hvernig við gerum brokkólímauk hérna á grillinu og til þess þurfum við þetta fína brokkólí. Ég ætla að leyfa mér að við erum svona í fitningkantinum af veitingahúsum, þá ætla ég að skera bara græna hlutann af brokkólínu. En auðvitað er þetta mauka náttúrulega allt, en þá verður aðeins ljósari liturinn. Þegar við erum að nota grænt, þá er alltaf mjög mikilvægt að setja í sjóðandi vatn og svo vinnum við þetta og snöggkælum. Og þá náum við þessum fallega græna lit sem við erum að reyna til að líka skreyta diskana. Og til að halda líka græna litnum, þá er mjög mikilvægt að salta vatnið. Það gefur bæði gott bragð í maukið okkar tilvonandi, en líka gerir það náttúrulega verkum að liturinn haldist betur. Og þegar við erum búin að vinna þetta, þá ætla ég að biðja Þráin að hendi sig hjá okkur í sjóðandi vatnið. Og þetta snýst það að við þurfum að gera þetta tiltölulega myrt og það eru 4 mínútur. Herðu, nú er þetta tilbúið að vera vel grænt. Heyrðu, leið mér aðeins að sjá þetta. Það er alltaf quality control í grillinu. En sjáðu, þetta er orðið vel grænt og það eina sem við ætlum að gera, við ætlum að halda öllum næringarefnunum með að vinna þetta og gefa þetta á diskinn hjá okkur. Heyrðu, Þráin fyrir málið. Brokkólímauk, þetta getur ekki orðið næringaríkara. En eins og Þráin segir, hann setur alltaf smá vatn til að leyfa þess að vinna. Það er frekar að geta bætt við að auka vatni. En þetta getur ekki orðið mikið grænt en þetta, svo við erum í góðum málum. Hvað segir Þráin, er þetta í lagi þær? Ég held að þetta sé vel grænt og fínt. Heyrðu, við erum að tala um næringu beint í æð. Svo við segjum bara brokkólímauk klárt.